höldum við áfram með föstudagsþáttinn. Til mín eru komin Guðmundur Haukur Sigurðsson og Gunnur Ýr Stefánsdóttir. Þú ert frá Norðurorku og þú ert frá Vistorku og þetta er bara eiginlega sama fyrirtæki. Nei, ekki sama fyrirtæki, en mjög þétt saman. Velkomin í þáttinn. Takk. Takk fyrir. Eigum við að byrja kannski á afmælisbarninu til hamingju með afmælið? Takk, sömuleiðis. Svona pínu flókið afmæli, Já, viltu útskýra það? Já, það eru sem sagt núna í september 100 ár liðin frá því að rafmagnsframleiðsla hófst á Akureyri. Rafmagnsframleiðsla? Já, og straumi var hleypt á sem sagt þau hús sem tengd voru þá. 100 ár, hvorki meira en ég minna. Og er það þá bara þannig að það var eitthvað staðar eitthvað virkjað og smá svona, já, rafmagn framleitt, var það í Glerá eða? Já, það var einmitt, fyrsta mannvirki rafveitunar var stíplan í Glerá. Þessi sem er ennþá? Já, hún var endurbyggð 86 held ég. Ótrúlega skemmtilegt að fara í göngutúrarna fram? Já, algjörlega og fallegt umhverfi og stöðvarhúsið bara hérna rétt fyrir neðan. Já. Og bara magnað að þessi komin 100 ár frá því að þessi mannvirki voru reist. Vitum við hvað mörg hús fengur rafmagn? Bara öll hús? Mér finnst eins og þau hafi verið milli 20 og 30. Já. Sem að þá voru tengd, sko. Það hafi verið eins og þá í 60 kílóum á sólskinni hjá Hallgrími þar sem að fólk þurfti að segja ég ætla að fá 3 perur og ákveða svo hvað var þetta við. Það er spurning, það er ekki ólíklegt. En magna, 100 ár og það bara ber að fagna. Já, algjörlega og bara í rauninni skrítið að sé ekki nema 100 ára því við getum ekki hugsað okkur lífið án rafmagns í dag. Það er alveg bara... Við erum að það var bara myrkur. Já, og af þessu tilefni ætlum við nefnilega að fagna í september. Með afmælisveislu? Já, við erum svona búin að vera að bralla ýmislegt og með til dæmis bara núna í vikunni hittum við fyrrverandi starfsfólk rafveitunar og það var óbúslega gaman að sjá hann hóp sem að einhverjir höfðu unnið í rúmlega 50 ár hjá rafveitunni og bara margar sögur, mikið hlegið og skoðaða myndir og svona. En rúsínan í pilsendunum er afmælisdagskrá í Hofi sem að verður laugardaginn 17. september. Öllum boðið? Öllum boðið. Bara við viljum sjá sem flest. Kaka? Hvað segirðu? Verður kaka? Ég ætla ekki að lofa köku, en kaffi klárlega og bara fróðlegi fyrirlestrar og ljósmyndasýning, munasýning með gömlu munum úr rafveitunni, þannig að það verður alveg margt og afmælisleikur. Nú, já, maður getur sett nafnið í pott og verið dregin út og fengið vinning, svoleiðis. Og best að ljóstra því hér upp á hans að segja mikið, en það verða 2 vinningar í boði, 1 fyrir sérbíli og annar fyrir fjölbíli og þetta tengist rafbílum og ég held ég segi ekkert meira en bara þá bara vindum við okkur yfir þetta, tengingin hérna yfir í Guðmund, er þetta sumir störfið hjá Orkuveitunni í 50 ár, eða ekki? Já, hjá rafveitunni, já. Og það var einmitt föðurbróðið þinn? Meðal annars. Og það er náttúrulega áhugavert sko hvernig rafmagnið er að fara að umlykja lífið okkar. Já. Við getum ekki pipra steikina yfir svona vera með rafmagn og við reykjum með rafmagni og... Býtu, pipra við steikin? Er ekki svona græjur konar, svona ítir á takka, svona rafluður og... Ég var ekki svoleiðis. Nei, þetta er allt til, sko, já. Þannig að það er búið að rafva þið allt, sko. Já, reyndar. Og en á móti kemur að við náttúrulega nýtum raforkuna betur í mörg tæki og annað, þannig að LED-ljósinn og annað, þetta er svona, þannig að þetta er búið að vera gríðarlega skemmtileg þróun. Og svo er náttúrulega yfir þá í samgöngurnar og við erum komið með rafmagn í alla samgöngur nánast og hjólin og bílana og rútur og ferju til Vestmannaeyja og rafmagni. Já, það er rétt. Þannig að raforkan... Og styttist í flugvélina kannski? Og ég meina forsetinn og forsætisráðherra búin að fara í flug, rafflugvél, sko. Það er rétt, það er líka komið. Þannig að þetta er allt að gerast. Og svo er evrópsk samgönguvika bara næsta vika? Já, nei, hefst 16. föstudaginn eftir viku og stendur í viku. Þetta er bara samevrópskt verkefni. Höfuðborgarsvæðið verður með mikla dagskrá og við ætlum að vera líka, svona það er náttúrulega búið að vera með veikum mætti í síðustu 2 ár, en Akureyrarbær hefur tekið þátt í þessu í 10 ár. Og þá meðal annars að vígja nýja veglega stíginn við Hlíðarbrautina. Já, tvöfaldastíginn. Já, sem er þá svona fyrsta, hvað ég að segja, eina mestu framfærir í samgöngum á Akureyri, segi ég. Þarna er þá búið að skilja að þennan ólíka hraða. Já. Það er svona með gangandi, sem eru fólk með barnavagna, hunda, göngugrind jafnvel. Göngugrind, börnalabba. Á svona kannski 5-10 km hraða og síðan koma næstu samgöngur sem eru þá hraðari samgöngur, hlaupahjólin,
rafhjólin og jafnvel hlauparar kannski, líður kannski betur þar. En það þá svona þetta frá 10 upp í 25 km hraði og svo koma bílarnir sem eru þá á kannski 25-50 km hraði. Þessi ólíku samgöngumátar, þeir eiga bara ekkert samleið. Og með svona stopprautum, þar sem að hraðin mikill og fólk vil komast að komast á milli staða, þá held ég þetta sé mjög flott. En við sjáum þetta náttúrulega alla Evrópu, svona samgöngumannvirki. Eru fleiri svona stígar fyrirhugaðir hérna á Akureyri? Já, þetta sem sagt hugsað meðfram svona stórum götum. Þannig að við sjáum náttúrulega hvernig svona þjóðvegurinn í gegnum bæinn að koma og svo sem sagt kemur svona stígur yfir í átt að skógarböðunum. Norðan við brúna, þá verður sem sagt aðskilin göngu- og hjólastígur. Já, flott. Og það bara í bígerð? Það í bígerð. Búið að auglýsa það í deiliskipulagi. En dagskrán sem sagt svona hefst og síðan eru við á sama degi, bara rétt á undan rafveitunni eða Norðurorku í Hofi. Þá verður sem sagt víxlað þessum stíg og síðan verður smá dagskrá á Ráðhúsinu og þá getur fólk bara farið beint þaðan yfir í Hof. Sko. Og síðan verður við með ráðstefnu í Hofi líka 21. miðvikudeginum og þá ætlum við að tala um þessa hönnun og stígum, hvernig við notum það og það verða fyrirlestrar frá 2 til 5. Er eitthvað svona ákall, þú veist, þessi samgönguvika, það bara verið ekki athygli? Já, það er svona betri tengingar og svona bættir innviðir. Það er svona yfirskriftin í ár. Já. En ekkert svona sem að ég og við getum gert svona, það er ekkert verið að biðja okkur um að leggja bílnum eða fara á hjóli, þetta er ekki þannig. Gott þú kemur inn á það að því að vikan endar á bíllausadeginum. Það er síðasti dagurinn í vikunni. Og þá er ákallið og hvatningi til allra og við viljum náttúrulega hvetja fyrirtæki einstaklinga að vera svolítið svona virka á samfélagsmiðlum. Þú veist, vera að setja inn myndir af sér, hvernig ferðast þú til og frá vinnu, hvað finnst þér að mætti bæta í umhverfinu, á þínum vinnustað, á leiðinni eða eitthvað. Virkja fólk til Já, kannski eins og til dæmis bara við verslanir og annað, mætti bæta við Kauphöll, Hrísalund eða Glerártorg eða eitthvað, hvað finnst þér? Og svo eins og ég segi, svo höfum við verið að hvetja fyrirtæki og stofnanir til að til dæmis að taka nokkur stæði, bílastæði, loka þeim á bílausadeginum og hafa þau fyrir hjól sem hugmynd. Já. Talandi um svona einmitt, rafmagn og bíla og samgöngur, hversu hratt erum við að fara yfir í rafbílan? Er komnar rafhleðslustöðvar við allar blokkir? Þú veist eitthvað hvernig það er? Nei, það eru ekki komnar rafhleðslustöðvar við allar blokkir, kannski sem betur fer, en þetta er einmitt eitt af aðalmálunum sem að brennur á fólki núna, það er bara hvernig hleðslustöð á ég að fá mér. Þú veist, við þurfum ekki öll að eiga stærstu hleðslustöðvarnar. Það er eiginlega bara algjör óþarfi og það er eitt af því sem við ætlum að leggja áherslu á í Hofi með fróðlegum fyrirlesturum þetta, dreifikerfið, hleðslustöðvar og starfsfólk okkar verður líka á staðnum handa milli 1 og 5 til að svara gestum og gangandi og veita ráð út frá dreifikerfinu. Nú frétti ég bara daginn að fólk sem er búið að skipta yfir í rafbíl og er að fara kannski til Reykjavíkur og ætlar að hlaða, hvað var það? Staðarskáli eða einhvers staðar. Man ekki hvað það var. Það var 8 tíma bið eftir að komast í hleðslu og konan og börnin fóru í strætó á meðan pappinn beið eftir að komast í rafhleðslu svo hann kæmist að leiðarenda. Er þetta vandamál sem það hirtum? Þetta er ekki saga sem er algeng. Þetta er í fyrst sem ég heyri svona slæma sögu. Sko. Kannski var hún íkt 8 tímar í trúi. Gæti verið sko, en við til dæmis bara á N1 mótinu í sumar, þá heyrðum við til dæmis ekki mikið á sögum. Fólki vandræði með annað sko. Nei, það er eins og okkur. Það kom okkur óvart til dæmis, hvað það var lítið vesen. Frábært. Og þetta var bara eftir að batna. Er ekki alltaf verið að bæta við stöðum og svona? Jú. Og bara algjört lykilnatri, jú það er verið að bæta við stöðum, en svo líka bara er svona þessi meðvitund og við þurfum að passa okkur að nýta dreifikerfið skynsamlega. Nýta ekki að vera á háannatíma að hlaða bílana til dæmis. Þannig að við erum að læra, við erum alltaf að læra. Danir eru farnir að þú þvotta nóttum til dæmis. Já. En kærar þakkir fyrir að koma í föstudagsþáttinn og gefa ykkur tíma og bara til hamingju með afmælið og vikuna og gangi ykkur vel. Takk fyrir.